Komið sælar og blessaðar kæru steingeitur. Þá er komið að júlí-lestri fyrir ykkur. Ég er búin að leggja spilin bara til að spara tíma og þessi síkunarlögn tekur svolítið stund að fara yfir svo að myndbandi verði ekki allt og langt. Og þetta er júlí, já, getur líka verið alveg fram í ágúst, þar sem að júlí er nú byrjaður. Ekki alveg svo 100%. Ég byrjaði að draga þemaspil fyrir mánuðinn. Þar fáið þið spil sem heitir bara ókannaðar slóðir eða ókönnuð höf. Þið eru ef þið vilja að fara að ferðast í júlí á einhvern stað sem er ykkur framandi og þið ef þið vilja ekki komið á áður. Þetta getur líka verið bara eitthvað sem að þið eru að taka ykkur fyrir hendur í júlí og eru að fara að skoða og kanna eitthvað nýtt. Og síðast en ekki síst táknar sjórinn oft tilfinningar. Þannig að þið getur fundið ykkur á áður óþekktum stöðum í tilfinningalífinu ykkar. Eitthvað framandi, spennandi og skemmtilegt allavega er hér í júlí. Og að ég set nú upp gleraugun. Já, þá sér maður eitthvað svona mjög óljóst hérna á botninum. Þó að á yfirborðinu kannski sjáist þessi fallegi bátur og fugl sem vísa veginn. Hér er líka lukt sem að lýsir upp og svona er eins og ákveðin leiðarstjarna. Já, stjarna meira segja hér líka. Og allar áttirnar sýndar hérna. Ok, set þemaspilið ykkar hér, þannig að þetta getur séð aðeins á það. Og svo byrjum við bara. Við byrjum að kíkja á atvinnuna ykkar, viðfangsefnin ykkar eða það sem að þið eru að taka ykkur fyrir hendur í júlí. Þarf ekki endilega að vera atvinna. Þetta verður tómstundir, áhugamál, eitthvað skemmtilegt sem þið eru að gera. Og það sýnist mér eitthvað nýtt vera búið að vera í fortíðinni. Það er að segja að þið hafi verið að takast á eitthvað nýtt verkefni. Þið getur hafa verið að fá launahækkun líka. Þetta spil táknar oft peninga sem koma. Ef til vill eru þið búin að vera að læra eitthvað nýtt líka. Byrja kannski í námi eða hafið sótt nám sem að þið eru svona að íhuga. Það er svolítið margt sem kemur til greina. Hvað sem það er, þá er það eitthvað af nýjum toga. Í dag, varðandi atvinnu, viðfangsefni eða slíkt, sýnist mér þið annaðhvort vera að vinna fyrir miklum tekjum, því að það eru ákveðnar vísbendingar hérna mikið peningaflæði. Svo getið þið líka verið staddar, kæru steingeitur, á þeim stað í vinnunni ykkar að þið á einhvern hátt eru búin að fá nóg og viljið breyta og að vinnan er að valda ykkur neikvæðum upplifunum. Það er mjög sterkt hérna líka. Ég fæ þetta út úr þessu spili hérna, djöflunum, sem að táknar oftast neikvæðar upplifanir og svona öfgar í öllum málum, þar með talið vinnumálum og peningamálum. Þetta vil á vinnan algjörlega hug ykkar allan
og þið hafi ekki tíma til að sinna neinu öðru. Þannig að þið eru orðin eiginlega þrælar frekar en frjálsar steingytur. En þetta er spilið ykkar. Þess að öll stjörnumerkin eiga eitt tromp í tarotstokknum og þetta er trompið ykkar. Hann er jú með geitarhöfuð, þar sem þið eru steingeitur. Þannig að kannski eru einhverjar ykkar kæru steingeitur bara hreinlega í essinu ykkar í dag og eru þar sem þið vilja vera varðandi atvinnu og viðfangsefni. Það er svolítið fjölbreytt merking hérna í þessu spili. Ef ég les það sem ykkar spil þá er merkingin töluvert jákvæðari. Þannig að þetta er bara ykkar element. Framundan hérna, júlí og ágúst kannski, fram í ágúst, virðist vera óvissutími og eitthvað sem að kannski gerir ykkur erfitt fyrir að fóta ykkur. Þið sjáu ekki alveg fram á hvernig hlutirnir verða. Það getur verið breytingar í atvinnunni hjá ykkur eða eitthvað sem að gerist og togar ykkur í svona tilfinningarnar ykkar. Já, ég sé sumar ykkar kæru steingeitur svolítið fljótandi á tilfinningarsviðinu. Þið eru ákveðlega jarðbundið merki og þið eru ekki endilega á heimavelli þegar tilfinningar er að ræða. Þannig að einhvers konar óvissa og jafnvel ákveðin ótti eða hræðsla við það sem er framundan tekur svolítið völdin af ykkur hérna í júlí. Margar ykkar kæru steingeitur, og nú tala ég af reynslu, margar steingeitar sem ég þekki, eigið ákaflega erfitt með að vera í fríi og taka ykkur frí. Það veldur því svolítið að jarðtengingin ykkar brenglast og þið sjáu ekki alveg tilganginn með því að slaka á og gera ekki neitt. En auðvitað á þetta ekki við ykkur allar. En þetta geti verið líka einhvers konar vísbending það að tíminn framundan verði ykkur svona pínu verið skrítinn fyrir ykkur. Ok, svo geti þetta líka verið bara andlegir, svona þættir, andlegir hæfileikar. Fara að láta á sig kræla sem að þið gefið ef þið vill ekki tækifæri til að koma upp á yfirborðið svona í því sem þið takið ykkur fyrir hendur daglega. Það er svolítið flókið dæmi hérna, þessi kafli. Jæja, við skulum snúa okkur að heimilinu ykkar og grunnþörfunum ykkar. Partur af heimilinu getur líka verið fjölskyldan og ykkar líðan. Og eitthvað nýtt er búið að vera í gangi innan heimilisins. Nýjar hugmyndir eða samræður, umræður sem að hafa verið í gangi og kannski hafa þær orðið til þess að þið hafi breytt einhverju varðandi heimilið ykkar. Mér sýnist í dag eins og þið séuð að njóta lífsins svolítið á jákvæðan hátt, gera vel við ykkur í mat og drykk og svona allt sem varðar líkamlega heilsu virðist vera í þokkalegu lagi, allavega í augnablikinu. Ef til vill þið að fylgja einhverju nýrri hugmyndafræði varðandi heilsun ykkar, eitthvað sem hefur svona kallað á ykkur. Og þið eru kannski að fara núna fyrst eftir einhverjum ráðleggingum sem að ykkur voru sagðar og það er að svona ýta undir vellíðan hjá ykkur sem er bara frábært. Framundan eru uppgjör við fortíðina.
innan heimilis. Það getur uppgjör við fortíða meðlimi, fjölskyldu meðlimi, ætlaði ég að segja. Það getur uppgjör við ákveðin vana, ákveðna siði eða ákveðið tímabil innan heimilisins sem á snerti líf ykkar og hefur snert líf ykkar. Þið eru að endurmeta hvað var gert rétt og hvað var rangt. Þið eru líka að endurmeta stöðuna ykkar innan heimilisins. Jafnvel eru að hugsa að breyta til eða hreinsa til, skulum við segja. Það er svona eitt og annað sem að kemur hérna upp í júlí og fram í ágúst varðandi það. Ef þið vill nýr fjölskyldumeðlimur að koma inn á heimilið sem að þið þekkið samt sem var úr fortíðinni líka. Þetta er eitthvað gamalt sem er að koma aftur, tilbaka. Það getur verið mjög hollt og gott að skoða fortíðina sína ef að maður finnur út hvernig maður getur gert jákvæðar breytingar út frá henni. Þá er það langanir ykkar og þrár og hvernig heppnin spilar inn í þann part af ykkar lífi. Þá sé ég ykkur hafa verið ákaflega tvístígandi varðandi það. Kannski hafa langanir ykkar og þrár ekki samræmst öðrum köflum í lífi ykkar, öðrum þáttum. Það sem þið hafi viljað hefur kannski stangast á við þarfir annarra. Og að ýmsu leyti finnst mér þið hafa verið svolítið komnar út á ystu nöf, kæru steingetur. Hvað varðar þetta, það sem að ykkur langar og það sem hentar. Mér finnst eins og það sé búið að vera velkjast í ykkur miklar mótsagnir. Þetta hefur valdið ykkur heilabrotum og ákveðinni vanlíðan. Einhverjir ykkar kæru steingetur eru líka búin að vera að halda 2 boltum á lofti varðandi atvinnu, varðandi innkomu og fjármál. Og þið hafi eiginlega ekki verið tilbúnar að sleppa öðru þeirra, heldur hafi reynt að halda hlutunum í jafnvægi með því að sinna báðum eða hvoru tveggja. Það er allt í lagi í ákveðin tíma en virðist ekki hafa gengið upp til lengdar því að staðan á ykkur núna varðandi langanir ykkar og þrár er það að þið hafi náð ákveðnum botni. Það er eins og sé búið að sjúga úr ykkur alla orku og þið eru tilbúnar, kæru steingetur, bara að fara beint í æðruleysisbænina og bara sætt ykkur við það sem þið fáið ekki breytt. Breyta því sem þið geti breytt og við til að aðgreina það. Það getur verið líkamlega örmögnun líka að eiga sér stað hérna hjá okkur sem að getur jafnvel hafa valdið ykkur veikindum og þreytu og þá er náttúrulega bara að gera hlusta á líkamann og fara eftir ráðleggingum varðandi heilsuna. Ég sé sumarið, stóran part af sumrinu, fara í það að hvíla og heila og bæta heilsuna ykkar. Ég veit ekki alveg hvernig það tónar saman við langanir ykkar. Kannski hafið þið þráð að komast í frí og fá tíma til að sinna ýmsu varðandi heilsuna ykkar. Stórpartur af þessu er andleg þreyta, andlegt álag
sem að á eftir að rætast úr þegar á líður. Oft á tíðum segir fólk sem lendir í einhvers konar þroti að það hafi verið nauðsynlegt til þess að fólk stoppaði og hlustaði á það sem var í gangi. Þannig að endilega hlustiði á hvað er að gerast innra með ykkur, kæru steingetur, og reynið að fylgja því. Þá erum við komin að vinunum ykkar og stuðningsnetinu sem þið hafið í kringum ykkur. Fortíðin sýnir mér að þið hafið ef til vill ekki alltaf valið réttu stuðningsaðilana, réttu vinina, því að þeir eru jafn misjafnir eins og þeir eru margir. Svona ykkar, það sem hefur reynst ykkur best og við skulum segja bara besti stuðningurinn, hann hefur ekki alltaf fengið að njóta sannmælis því að þið hafi oft á tíðum valið að fara aðra leiðir heldur en hann hefur sagt til um. Í dag eru þið í mikilli sjálfskoðun, kæru steingetur, með tilfinningarnar ykkar og ef til vill aðili í lífi ykkar, kvennorka gæti verið kona sem að þið eru svolítið að nota til að spegla ykkur í, til að finna út hvað er best að gera á tilfinningasviðinu. Þessi kona gæti verið hún gæti verið móðir, hún gæti verið einhvers konar miðill, systir eða góð vinkona sem er ákaflega tengd tilfinningum sínum og svona því sem ekki er upp á yfirborðinu, afsakið, og hún gæti verið mikill stuðningur þó að þið áttu ykkur kannski ekki alltaf á því að þá undir niðri hefur hún talsverð áhrif til hins betra fyrir ykkur. Þessi kona, ég held áfram að tala eins og konu, þetta er kvennorka, aðili sem býr yfir henni, ráðleggur ykkur af góðum hug og ráðleggur ykkur heilt, þó að það sé ekki endilega alltaf það sem þið viljið heyra. Og þið heyrið að röddin í mér er aðeins farin að bila hérna. Þannig að mér finnst eins og séu skilaboð sem að annaðhvort þið eigið erfitt með að taka, hlusta á eða fara eftir. Því framundan hérna sé ég vonbrigði, sorg, erfiðleika, eitthvað sem að er innan vinahópsins ykkar, stuðningsnetsins sem að þið leitið til þegar að bjátar á. Þetta geta verið fjölskyldumeðlimi líka. Það er einhvers konar erfiðleikar framundan þar. Þessi kona vill vel en er stundum misskilin og ég fæ það hérna að þið, kæru steingetur, kjósi marga hverjar frekar að hlusta á hugan og fara eftir því sem að þar
gerist heldur en að hlusta á hjartað, sem að kemur ykkur oft í koll og veldur ykkur svona heila brotum og hugar angri. Vonbrigði, missir, aðskilnaður innan vinahópsins gæti vissulega verið hérna framundan í júlí og ágúst og eitthvað sem að kemur á miklum breytingum allavega. Það getur verið erfitt á meðan á því stendur, en allur sársauki leiðir til meiri þroska ef að maður nær réttu tökunum á honum. Og það er aftur verið að tala hérna við mig æðruleysisbænina. Og það að gera það sem er rétt fyrir ykkur, kæru steingettir, varðandi þennan vinahóp eða þessa stöðu sem er komin upp, og þeir vilja tengja það hérna inn á þemaspilið ykkar, að þó það sé óvissa framundan sem getur vissulega falist í erfiðum tilfinningum og hreinsunum í kjölfarið, þá er óvissan, þá felur hún í sér eitthvað nýtt, skemmtilegt og spennandi. Getur verið flutningar líka. Getur verið að einhver innan vinahópsins sé að flytja frá ykkur, jafnvel. Það getur valdið þessum aðskilnaði eða þessari sorg. Nú eða þið sjálfar, kæru steingettur, eru að flytja og færa ykkur set. En all él birtir upp síðir, þannig að þið megið endilega ekki örvænta hvað þetta varðar. Næst það ástarsamband ykkar, náin kynni, rómantík og allt sem því fylgir. Þar hefur fortíðin fært ykkur hluti sem að þið hafi ekki endilega verið sáttar við, kæru steingettur, og þið hafi leitað svolítið út fyrir það sem þið hafið haft, það að segja, þið hafið ef þið vill haft tækifæri til að gera góða hluti innan tilfinningalífsins ykkar. Ykkur hafa opnast tækifæri og fengið tilboð á því sviði, en þið hafið bara ekki endilega séð þau, tekið eftir þeim eða viljað taka við þeim. Það hefur verið að rétta að ykkur hérna ákveðnar tilfinningar og þið eru bara í passmót gagnvart þeim. En þetta er fortíðin. Í dag skynja ég fullt af tilfinningum hjá ykkur varðandi ást og rómantík, en þær eru bældar, kæra steingett. Þið berið þær eins og þungt hlass í staðinn fyrir að opna á þær og leyfa þeim að flögra frjálsar og óheftar. Þið bælið tilfinningarnar ykkar í júlí, steingettur góðar, og getur valdið ykkur ama, getur valdið ykkur þyngslum og veikindum. Það kann aldrei góðri lukka stýra að bæla tilfinningar of mikið niður. Þannig að skilaboðin til ykkar eru að losa koma tilfinningunum út, koma þeim á réttan stað, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. En nú erum við að lesa náin sambönd, ást og rómantík. Þannig að kannski er ákveðin hreinsun sem þarf að eiga sér stað. Framundan, svona lok júlí,
Sé ég ykkur samt í góðri stöðu, þá eru þið búin að ná ákveðnum árangri á þessu tilfinningasviði. Ef til vill hafið þið losað ykkur við hluta af byrðinni og látið neikvæðu tilfinningarnar fara til þeirra sem að þær eiga. Og hluti af þessu getur líka verið sá að þið eru gjarnar að kæru steingetur vegna þess hversu sterkar þið eru. Þið takið á ykkur byrðar annara með þessu óumbeðnar. Allavega viðurkenning, heiður og sigur þegar líður á sumarið varðandi þetta, og ef til vill fáið þið athygli og viðurkenningu frá einhverjum sem að ykkur þykir vænt um. En það er ekki mikil rómantík í loftinu, hún kemur seinna. Plönin ykkar, áætlanirnar ykkar og þau markmið sem að þið hafið sett ykkur. Í dag er allt fast. Þið hafið sett ykkur ákaflega metnaðargjarn plön í fortíðinni. Óskir hitt og þetta á veraldlega sviðinu, óskir ákveðna stöðu, varðandi fjármál og vinnu sem hefur gengið upp að vissu leyti. Í dag virðist allt vera í högg og þið eru bara svolítið lost hvað þið eigið að gera og finnst þið ekki geta hreyft ykkur. Það eru hugsanirnar ykkar sem eru að stoppa ykkur. Mikið af neikvæðum hugsanum sem snúast í höfðinu á ykkur. Það sem þið þurfið að gera er bara að taka af ykkur augnbindið, skulum við segja. Horfa skýrt á hlutin og sjá hvaða leiðir eru færar. Því að þó að þið hafi sverð hérna í hálfhringi kringum ykkur, þá er opið hér og lítið mál fyrir ykkur að taka skrefin sem þarf. Það er alltaf hægt að láta hugsanirnar tala sig niður endalaust. Ég sé ykkur í þeirri stöðu núna. Framundan, lok júlí. Þar eru þið hreinlega eins og þið vitið ekkert í hvað fótinn þið eigið að stíga. Það er líka biðtími og við erum að tala plönin ykkar og áætlanirnar ykkar. Þið verðið að sýna þolinmæði, hlutirnir koma þegar að þeir koma og þó áætlanirnar ykkar gangi ekki alltaf upp, þá kemur dagur eftir þennan dag og það er svolítið verið að reyna á þolrifin hjá ykkur. Og aftur kemur æðruleysisbænin inn varðandi það. Reynið að nýta þennan biðtíma á jákvæðan hátt. Reynið að þroska ykkur andlega, slaka á, losa ykkur við, eins og ég sagði áðan, andlegar og líkamlegar byrðar og hlutirnir munu leysast þó það verði ekki núna í sumar. Ok, þá er það ykkar hjartans mál. Hvað vil ég fá út úr lífinu? Hver eru svona ykkar persónulegu takmörk? Hverju hafið þið leitað að í lífinu? Ég sé að þið hafið verið að leita réttlætisins og jafnvægisins og það hefur að vissu leyti ræst hjá ykkur, sú leit. Jafnvægið er hérna í réttlætisspilinu. Hlutir hafa farið ykkur í vil á margan hátt, en þið hafið ef til vill þurft að berjast svolítið fyrir þeim. Í dag eru þið svolítið innan svona hefðbundins ramma
þó það sé ekki endilega það sem þið viljið fá út úr lífinu, þá er það sem að svona virkar fyrir ykkur núna. Og ég sé líka að ósk ykkar nám og kennslu, hún hefur ræst. Ykkur hefur ef til vill alltaf dreymt að fara í ákveðið nám eða hreinlega verða kennarar, og það er hérna skýrt, mjög skýrt. Almætti er búið að vera með ykkur í liði hingað til varðandi hvað þið vilja fá út úr lífinu. Síðan eru framundan í lok júlí og þar á eftir umbrota tímar, þar sem að verða mikla breytingar í ykkar lífi. Og ég verð að segja, kæru steingetur, þessar breytingar verða ekki bara á einu sviði, heldur mörgum. Og að vissu leyti er eins og þið séu að fara að öðlast nýtt líf með nýrri, betri líðan, með nýjum tilfinningalegum stöðuleika. Og margar ykkar kæru steingetur eru það að fara að kynnast manneskju sem að hefur þessi áhrif í för með sér inn í lífi ykkar. Það getur verið ákveðin leiðbeinandi, leiðtogi, það getur verið ástarsamband sem kemur inn, einhver þroskaður aðili sem að hjálpar ykkur að finna leiðina og hjálpar ykkur að leita að þessum hjartans málum ykkar, að finna þeim farveg, skulum við segja. Ég veit þetta er svolítið háflegt, en þetta kemur bara svona út akkurat núna. Þið skiljið þetta ef til vill betur en ég. Þá ætlum við að kíkja hérna aðeins á fleiri spil áður en við slúttum þessu. Þið eru með steingetur góðar svona cirka 1/3 part hérna af spilunum ykkar háspil, og jafnvel rúmlega það, sem að svona gefur vísbendingu að almætti sé með ykkur í liði, og það er ákveðna vörður í ykkar lífi sem hafa verið settar, sem að þið hafið fyllt. Þannig að þetta er ákaflega góð samvinna ykkar og almættisins. Það spilið sem þið fáið hérna næst. Já, sko, tengist inn á rómantíkina sem að mér fannst vanta hérna áðan. Það er bara rómantískur aðili að koma inn. Það er að segja einhver sem að hefur hérna rómantískt samband í huga við ykkur. Þetta spil hefur ekki komið hérna áður í lestrónum hjá mér. Ég tengi þetta beint við þessa karlorku sem kom hérna áðan, sem getur verið karlmaður, sem kemur inn ásamt breytingum á ykkar lífi. Líf ykkar mun eiginlega kollvarpast svolítið hérna í lok sumars og þar á eftir. Og partur af breytingunum verður á þessu sviði. Ok, skemmtilegt að fá þetta. Eitt spil fáið þið enn hérna, steingetur góðar. Það er vísbending fyrir ykkur að sækja ykkur styrk í einveru. Draga ykkur stundum í hlé frá skarkala lífsins og reyna að finna djúpa tengingu við andlegu hliðin ykkar.
Næst það spil sem að, já, fyrir ekki, ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig þessi spil svona líkjast. Þemaspilið sem við fengum hérna allt þetta nýja sem að kemur hérna inn til ykkar. Og hér hefur við líka sjóinn og eyjuna. Ok, spil sem tengist einhvers konar tímasetningu. Ef þið eru að spyrja tímasetningu, skulum sjá hvað spilin segja það. Það október sem eru lykilmánuður í ykkar lífi á einhvern hátt. Ef þið vill munu breytingarnar verða veruleika þá, þessar miklu breytingar sem ég var að tala hérna í lokin. Þetta getur verið manneskja sem tengist októbermánuði eða einhver svör sem þið eru að leita sem að koma inn í þeim mánuði. Og lokaspilið ykkar, það já eða nei og allt þar á milli. Ef þið hafið spurningu, sjáum við hvaða svar spilið gefur. Sko, alveg örugglega verið þið vissar, kæru steingetur, að það verði. Ég vona að þetta samræmist, eða að þetta sé það sem að þið voru óska eftir, þetta svar. Ok, kæru steingetur, þá þetta búið í bili. Ég óska þess að júlí verði góður mánuður fyrir ykkur og að ykkur líði vel í sumar. Takk fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.